þetta sprikla stóru býsna margt. En þetta eru fréttir Skjólsins laugardaginn 27. september árið 2020. Núna komin upp sá gangur að fréttamenn Skjólsins eru farnir að birtast aftur í því horfi sem þeir birtust í lok síðustu þáttaraðar. Ekki satt, Þormóður? Jú, en við byrjum á að senda boltan yfir á Mumma sem ætlar að segja eitthvað meira það. Mummundur. Já, boltinn. Það bolti, hann hringlaður og hann... Þú ert örugglega eitthvað aðeins að minnskilja Mummundur, en Þormóður, þú varst að fjalla fréttir leiðandi stundar í vikunni og sumarsins, ekki satt, Þormóður? Og við förum beint yfir í skjáfréttir. Gott kvöld og velkomin í skjáfréttir vikunar. Í kvöld ætlum við að fara yfir það sem gerðist í sumar. Við byrjum núna. Allir söknuðu leikhúsinu í sumar, nema Jóhanna Víðir. Samherji framleiddi eigin innslög sem verða sýnd í kveik. Allir fóru að tjalda víðsvegar land. Nema Guðmundur Franklín vegna þess að hann var brúnaði. Fangelsi á Akureyri var lokað. Ef þú sér þrjóta á Akureyri er gott að halda 2 metra reglunni. Kosningar voru í sumar. Guðmundur Franklín notaði málskotsréttinn. Öldurlegt og ofnum hjólreiðamanni, en vitið þið hver það var? Það var Jóhannes. Þriðja bylgja COVID-19 er farin af stað. Björn getur loksins mætt aftur í vinnuna. Fyrir upplýsingar fyrir almannavarna í dag ætlum við að í dag ætlum við að ræða COVID. Ég alveg ekki hvað ég er bara búin að Tölurnar eru að 60 hafa látist, 5 hafa dáið og 6 hafa andast. Ertu ekki hress? Jú, ég er hress. Já, það er gott. En eru einhverjar spurningar? Já, þetta er Björn. Mér finnst það háttalega að hafa breyst mikið síðan þið byrjuð aftur eftir... Hvernig þá? Mér finnst það að meira svona veiðutíkust erðaður og... Já, þetta er náttúrulega mikil pirringur. Við viljum kannski ekki hitta svona oft, en þetta er bara vinnan okkar. Þetta er smá, við erum svolítið pirrandi út í hvort annað. Við erum búin að vera svo lengi saman, en þetta er orðið svolítið pirrandi. En ég vona að serían sé að vera búin. Ég átti ekki vona á því að það var að gera sería 2, en hún kom hérna. En ég vona að því seríu sé alveg að vera búin. Ekki 89 þættir og seríu 1. Er þetta ekki svolítið mikið sprint? Ég er að brenna í handleggnum. Já. Þá ætlum við að fá að segja ykkur að ég er mjög gladur að hús gæti dáið. Þá ætlum við að koma að fá gesti hérna, fá gest hingað. Við ætlum að fá gest. Alma, viltu aftur fá gleraugun þín? Já. Góðan dag. Já, fyrir þú með leyfi. Ég er COVID-19 og ég er með hérna ennþá. Fyrirhugað er að flugsamgöngur gangi svona fyrir því árið 2025. Já, góðan daginn. Ég ætla að fá flugmann til London. Já, kort. Já. Ég er með 50 ferðar ára kort. Það eru 17 ferðir eftir. Já, ok. Ég glem ykkur upp. Ha? Ég glem ykkur upp. Ég glem ykkur. Nú, hverju? Ég. Ha, já, þetta. Takk. Hvenær fer flugið? Hvenær er 5 mínútur? Ok. Davíð Steinar Hansson, ert það þú? Já. Ég með langar að spyrja þig hvort að þú hafðir eitthvað vitað um hvernig er egypsku fjölskyldurinnar? Já, þeir eru bara hjá mér. Ha? Skrítið? Nefnilega því að 64 sem ég spurt að þau líka ef þau væru hjá sér. Getur nokkuð mikið að sjá það? Nei, þeir eru bara hjá mér. Hvað er þetta hérna? Já. Get ég ekki fengið að hitta þau? Nei. Nú. Af hverju ekki? Já, bara út af því að þau eru hjá mér, er eitthvað að því? Þau eru nú... Ég gáði reyndar ekki dvalarleyfi, þannig...
fyrir mér er alveg drullu saman að þetta dvalarleyfi. Já, en, veitu, Hey, þau eru hjá mér. en Þú þarft ekki að skipta þar af. síðustu 64 sem ég spurði þau líka það sama. Það lítur bara einn, þið get ekki verið hjá öllum. Ha? Hver er hjá þér? Egils fjölskylda. Já. Hvað er þá? Hvað er það bara hinn 64 að bulla? Já, það lítur að vera margar egilskar fjölskyldur. Það var nú reynda bara ein í þessi fjölskylda sem við vorum frá. Hér er ég komið með Jóa Fellsson. Já, Jóa Fell. Já, það er ég. Já, nú er ég komið vegna gjaldþrot bakarísins. Hvað gerðist? Hvað, ég var að gjaldþrota? Já, samkvæmt fjölmiðlum var vandamál með leigusamning. Já, ég er ekki búin að lesa fréttina, sko. Já, bakaríið þetta er orðið gjaldþrota. Ha? Já, Já, þú skurðbræðir á. já, ég er alveg svona. Ég er bara að handla það frá Já, baka. en Það er brauðið, bakarísarinn. þú ert samt gjaldþrota og skuldar helling. Ha, skuldi ég helling? Nei. Bakaríið þetta skuldar helling, jú. Bakaríið er ekki lifandi. Já, við setjum bara fyrir í settið. Víðir, hverjir eru nýjustu fréttir liðstundar úr þínu ráði? Hvað er þetta, Víður? Já, ég hjálpar það ekki, þú kannski segja frá því. Ég hjálpa þig. Ó, Báxi. Ó, þú styrir. Gott brauð, Jói. Ég setti yfir til þín, Jommi, Hommi. Takk fyrir þetta mummi, en hér er ég komið með Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands. Hvað gerðist með Júlíu Jesú? Já, það er nú nokkuð góð spurning, vegna þess að listamaðurinn okkar, hann var ekki beint að teikna myndina, heldur notaði hann forsíðu á Playboy-blaði, klippti utan hausinn á Jesú, límdi það fyrir hausinn á telpunni, á myndinni og bara, já, svo bara kom þessi forsíða. Er einhver ytri ástæð fyrir því að þetta var gert? Já, það mætti nú segja það að listamaðurinn okkar er hálfviti og hann bara, við hefðum átt að ráða annan listamann, hann bara kunni ekkert að teikna. Sorglegt. Er eitthvað meira svo allar að segja? Já, það er nú eitt sem ég á eftir að segja. Jesú er vinur okkar, Júlíu Jesú er okkar, hann er vinur okkar, hann er vinur okkar. Hann er vinur okkar, hann er vinur okkar, hann er vinur okkar, hann er vinur okkar, hann er vinur okkar. Við setjum aftur í settið yfir til þín mummi. Darri er að tala við Davíð yfir til þín, Darri. Davíð, heyrirðu til mín? Já, heyri til þín. Já, egypska fjölskylda bara bæja mér, ég er búin að samfæra það við lögregluna að þau hafa núna dvalarleyfi. Þau eru frjáls! Þau eru frjáls! Já, takk fyrir þetta, Davíð, en núna skulum við fá að hitta það 64 sem sögðu líka að þau væri hjá... Hérna, við erum að koma í beina hérna. Ok, já, við erum beinir núna. Rúlar. Já. Já, ég er Magnús Geir. Já, hæ, ég er Tumi, bara svo þið vitið. Og hérna erum við staddir með leikhússtjóran sem gerði þetta forljóta leikhúsverki. Ég skil ekki ekkur samfélagsmiðlur að segja það. Já, þú ættir að sjá að þetta er miklu meira letilegra svona logo. Letilegt logo. Nei, við notum mjög lélegt logoforrit. Þetta var bara eitthvað logo sem við fundum á netinu. Fengum eina Facebook-áminningu. Þetta væri orðið svolítið svona gamla logoið. Þannig við ákveðum bara að fara til þessum eina manni því að öll sögum skiptum máli og við ákveðum þá bara að gera nýtt logo. Veistu? Sem væri gert á svona ódýri logo síðan. Veistu hvað þetta minnir mig á? Hvað? Þetta
minnir mig á logoið fyrir COVID-19 appið. Reikningateymi. Þetta bara text. Er samfélagsmiðlar að segja það þig rétt? Þá ég að breyta því. Þú verður að breyta því hvernig það var. Núna! Ég veit samt ekki alveg með það. Mér finnst nýja miklu kúlara. Kúlara? Enginn að nýta þessa íslensku? Þetta rosa skrítið fjölmiðill. Tíminn að vera búin með útsendingu. Haldt þú fokkin kjafti að rosa skrítið fjölmiðill. Núna. Og spilum við Eurovision! Og þú hýrðu Eurovision song! Jæja, TikTok! I will frekar go heim. Ok, jæja, Bíbó. Maja Bíbó. Jæja, nú ætlum við að flytja Eurovision. Next step, Iceland with High Lava and Story with the song. Þetta lag sem ég kann ekki að syngja. Þetta vera frekar gott sko. Þetta alveg frábært besta sem ég hef. Þetta alveg skemmt sko. Mesta lagi sem ég Við verðum að standa upp. Allir elskan. And next point is Iceland. We were pretty poor, but better luck next year. Bye bye. Yes, it was amazing. Okay. Þetta er bara alvarnir. Nei, þetta er bara venjulegur en ég trú ekki á álfa. Ég hætti nú alveg kall mín. Trúðu á álfa fyrir mig. Já. Fyrir mig. Fyrir mig. Það sem væri. Hörðu, ég ætla að fara inn í hátíð sem að segði. En ég vil ekki að þið munið vinna. Ekki nauðga mér, Álfar! Ekki nauðga mér! Það stiði ekki á stafsum. Sigum hann að My Hometown. Nei, það er leiðilegt lag. En þú kemst það til. Nei, þetta er hvað sem er. Æ, skipt ekki manni, hvað sem er dæmduleik. My hometown. My hometown. My hometown. The best. My hometown. Kolbeinsey. My home. Kolbeinsey. My hometown. Það eina sem ég sjái að vera með þér. Jú. Hérna erum við staddir í strætó og við erum búin að heyra hér að strætóbílstjórar eru búin að vera dálítið glannir. Hérna erum við komið með forseta strætós. Hvað hefur þú að segja um þetta? Já, margir strætóbílstjórar eru náttúrulega glannar og við vildum náttúrulega ekki reka góða starfsliðið okkar. Svo við ákveðum að besta leiðin væri að breyja strætó í rússíbana. Leið 4 endar í sjónum. Ertu vissum að
þetta sé öruggt? Ertu vissum að þetta sé umhverfisvænt? Hvað borgarlínuna, ha? Já, við ræddum við Reykjavík borg og borgarlínan er tekin á dagskrá fyrir lagi. Þetta mikið einfaldari lausn og það eru fleiri að fara að koma í strætó. Það allt sem þú fannst að segja? Já, strætó verður skemmtilegur. Hvað með borgarlínuna? Já. Þá þetta bara komið í kvöld. Því miður tíminn hlaup frá okkur, annars hefðu við viljað halda langt fram á rauða nótt. Hver besta stöðin? Skjárinn! Skjárinn! Við sjáum svo aftur glaðbeitt í næstu viku. Stöðin, já. Við sjáum þetta glaðbeitt í næstu viku og þá munum við meðal annars fá ýmislegt á hreint. Sjáumst í næstu viku. Bless. Rúbert! Er þetta búið núna Sjórar? Já, ég held að. Kreditlisti á að rúlla núna. Ég kann ekki að fá kreditlisti frekar. Já, Þurfum við ekki að ýta honum upp hérna? Nei, ég vil taka hérna. Takk. Já. Nei, það virkar ekki. Jú, það er ekki verið. Já. Nei. Þetta er slagt. Þetta er alveg hræðilegt. 5 steg. Hætti. Maggi, engin skilur þetta. Við höfum eftir að texta. Það er leiðilegt lag. Já, en ég trúi það til. Nei, Æ, ég þegi þau trúðu á álfa. Ok, Úlfur, aðeins kvennulegri rödd og aðeins karlmanns meiri röddumatti. Já, ég vil hljósa þetta. Ok, tökum þetta frá byrjun. Þú ættir ekki að snúa svona við, ok? Já, sjá þú þetta í smá stund. Já, þetta er allt til að ég...